Sérþjálfaðir norskir kafarar hafa í dag leitað að eldislaxi í Haukadalsá á Vesturlandi. 4 laxar sem líta út fyrir að koma úr eldi hafa veiðst. Talið er líklegt að eldislax hafi einnig veiðst í Vatnsdalsá í gær. Forsætisráðherra segir fordæmi sem geti skapast með innrás Rússa í Úkraínu slæmt fyrir Ísland. Forseti Bandaríkjanna er ósammála Evrópuleiðtogum hvort semja eigi vopnahlé í Úkraínu. Lögregla og sérsveit fóru inn á 2 heimili í dag í tengslu við þjófnað á hraðbanka í Mosfellsbæ síðustu nótt. Lögreglu grunar hverjir voru að verki en enginn hefur verið handtekinn. Hekla getur gosið hvenær sem segir jarðeðlisfræðingur. Landris og kvikuinnflæði heldur áfram en það er þó 5 til 10 sinnum minna en undir Svartsengi. Ríflega 100 ára gömul kirkja í Kiruna í Svíþjóð verður flutt í heilu lagi til nýs miðbæjar þar. Ferðin tekur 2 daga og var fleiri ár í undirbúningi. Gott kvöld. 4 laxar sem líta út fyrir að vera eldislaxar veiddust í Haukadalsá á Vesturlandi í dag. Fiskistofa erfðagreinir þá til að kanna hvers kyns fiskar þetta eru og hvaðan þeir koma. Norsku kafararnir mættu á bakka Haukadalsár laust eftir hádegi í dag. Þeir eru sérþjálfaðir í að elta upp eldislaxa og óæskilega fiska í ám. Þeir mara í hálfu kafi í leit að löxum sem gætu verið úr sjókvíeldi og drepa þá með sérstökum skutulbyssum. Sýni verður tekið úr fiskunum 4 sem veiddust í dag til að greina úr hvaða sjókví þeir gætu hafa sloppið. Unnið að því að greina erfðaefni 8 líklegra strokulaxa til viðbótar sem veiddust í Haukadalsá í síðustu viku. Það náðist 4 hérna og koma eins og bara fyrst suður og í greiningu þannig að sé að staðfesta hvers konar fiskar þetta eru og hvaðan þeir koma. Þeir eru allir með þessi einkenni sem við erum að leitast eftir og DNA rannsókn sýnir það betur þegar þeir kemur. Eðlilega vekja kafararnir talsverða athygli og nokkrir fylgdust með þeim að störfum, meðal annars sjálfboðaliðar. Og hvað eru það að gera? Það er bara að vera til staðar og passa að allt sé gert rétt. Okkur langar ekki í framtíðina að þurfa að segja við börnin okkar eitt sinn var lax hér. Það er galið. Óttast er að eldislaxar hafi komist í fleiri ár, líkt og gerðist árið 2023. Þetta er að gerast aftur. Það er alveg augumljósast. Greta Sigríður Einarsdóttir, þú hefur fylgst með norsku köfurunum svamla í hyljum Haukadalsár í dag. Hafa þeir lokið störfum? Já, þeir luku störfum svona cirka hálftíma fyrir fréttir. Það er blessunarlega eins og þið sjáu góð veðurskilyrði hérna við Haukadalsá. Þá voru þeir búin að synda niður ána frá því fyrir ofan veiðihúsið hinum einu þjóðveginn og eftir eiginlega allri ánni hérna nánast niður að sjó. Við náðum tali af norðmönnunum þegar þeir voru komnir niður og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Og vi har til nå sett 6 oppdrettslakser. 6, ok. 4 av de oppdrettslaksene er avlivet og tatt på land, så det er 2 igjen i elva som vi ikke har kontroll på, som blir borte for oss. Det er bare 1 eller 2 av de fiskene vi har sett som sammenfaller med det vi har sett, i hvert fall dokumentert i media av fangster. Så de øvrige fiskene vi har sett, det er mindre oppdrettslaks som trolig har vært mye lengre i sjøen. Prosentmessige andel med rømt laks da er jo cirka 1% eller i underkant av 1%. Og det er jo et nivå som i hvert fall hvis vi ser litt til norsk forvaltning som ikke automatisk trigger et utfiskingstiltak. Já, eins og við heyrðum þá fundust 6 eldislaxar eða líklegir eldislaxar í dag og hjá mér er Ingimundur Bergsson, framkvæmdastjóri Stangveiðifélags Reykjavíkur sem er leigutaki hér á ánni. Hvað þýðir þetta fyrir ykkur? Þetta er náttúrulega skelfileg tíðindi að vera að fá eldislaxa upp í, bara yfir höfuð að fá eldislaxa upp í árnar og það sem versta er í sjálfu sér er það að við erum hugsanlega bara í fyrstu dögum eða fyrstu vikum á okkurum hamförum, því að við vitum í sjálfu sér ekkert í hvað umfangið er. Gær var fiskur sem veiddist í Vatnsdalsá í Húnaþingi,
Þannig að fiskurinn út í sjó og hann bara að fara að skella sér upp í árnar. Þannig að nú þurfum við veiðifélög að fara að gera eitthvað góða viðbragðsáætlanir til að varna þessu. Þannig að þetta gríðarlega mikið umfang sem tekur við að reyna að loka fyrir árnar og reyna að vernda þær. Nú hafa samtök fyrirtæki sjávarútvegi hafa bent á að það ekki öll kurl komið til grafar. Við erum bara að hefja, við erum að bíða eftir niðurstöðum úr sínum. Erum við hvöttu til að anda með nefinu? Erum við að fara fram úr okkur eða þetta svona alvarlegt? Við erum alls ekki að fara að anda með nefinu, sko. Það í svona tilfellum, það bara, fiskarnir sýnisónir sem eru komin upp á ránu núna, væntir eldislaxar, þeir fara beint í greiningu og vonast til að fá niðurstöðu þeim bara sem allra fyrst. Því að þetta náttúrulega skelfilegt á að sé heldur ekki komið neinn kurl það úr hvaða sleppingu þetta og það enga tilkynningar sem liggja fyrir og manni finnst bara eftirlitið með þessu ekki nógu gott, bara vægast sagt. Já. En norsku kafararnir hafa ekki lokið störfum sínum þó þeir séu búnir að skoða megnið af Haukadalsá því að þeir halda á Norðvesturland þar sem að í Vatnsdalsá hefur fundist lax sem að hefur öll útlitseinkenni þess að vera ekki íslensku villtur lax. Þessi veittist hjá okkur í gærkvöldi og sást leið að þetta var ekki villtur lax. Hvernig sjáum við það leið? Sko það sést náttúrulega á þessum. Sporðurinn, illa farinn, hérna sem sagt bakvíkinn, hann alltaf stórskemmdur og svo hreistrið og svo það sporblakkan sem alltaf bara pínlítil. Svo sést hérna, það allir uggar að tættir og ef þetta væri eðlilegur lax þá væri sporðurinn sko svona. Fyrir 2 árum, sem sagt 2023, þegar við fengum þessu óværu í ána eins og kallaði þetta, þá voru þeir hér og veiddu við á stöng 24. Og þeir voru fleiri til staðar sem náðust ekki, sko. Einhver vafi í þínum huga að þetta séu eldisfiskur? Nei, þetta eldisfiskur. Ég standi það hér. Það var akkurat hérna í hylnum við hliðina mér þar sem að laxinn veiddist í gærkvöldi sem ber þess öll merki að koma úr sjókvíum. Og þessi staður verður væntanlega sá fyrsti sem norsku kafararnir stinga sér í til að kanna hvort að hérna séu fleiri eldislaxar innan íslenska villta laxinn. Það lítil veiði í sumar því miður. Íslenski laxinn í mikilli hættu og okkur ber að verndan og stjórnvöld hafa staðið sig afar illa og reyndar gjörsamlega hundsað þær aðvaranir sem að gefnar það verið út og við þurfum að búa við þetta laxeldi í opnum sjókvíum á frjóum laxi gjörsamlega ólíðandi. Yfir í önnur mál, þó að fundur Bandaríkjaforseta á Evrópuleiðtoga Úkraínustríðið hafi verið jákvæður á yfirborðinu enn ágreiningur nokkur atriði. Forsætisráðherra segir nauðsynlegt að öryggisskuldbinding sem Bandaríkjaforseti lofaði í gær fæli Rússa frá innrás í Úkraínu. Donald Trump forseti Bandaríkjanna tjáði sig í gær af mikilli bjartsýni friðarsamkomulag í Úkraínu, sérstaklega í samræðum við forseta Frakklands Pútín sem áttu ekki að heyrast. Leiðtogar Evrópu þrýstu á að koma á vopnahléi áður en friðarviðræður hefjast. La nécessité que les tueries cessent pour ces rencontres. Appelons-le trêve ou cessez-le-feu, mais on ne peut pas discuter sous les bombes. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. Loforðum öryggistryggingu fyrir Úkraínu lögðust vel í Evrópuleiðtogana en eftir að útfæra hvernig hún verður. Trump útilokaði þó í dag að bandarískir hermenn yrðu sendir til Úkraínu. Forsætisráðherra tók í morgun þátt í fjarfundi bandalagshinna Vilju stöðuna. Hún segir loforðin þýða að samið verði frið en sagan sýni að Rússar svíki oft friðarsamninga. Og þess vegna þarf að koma til einhvers konar fæling, einhvers konar skuldbinding sem að hefur þau áhrif að Rússland sjá ekki ástæðu til þess að stíga aftur inn í Úkraínu. Kristrún segir samstöðu Evrópuþjóða sjaldan hafa verið meiri sem skipti Íslendinga máli. Og það fordæmi sem gæti skapast að stórt land geti með krafti sínu afli breytt landamærum mjög vond fyrir lítið land eins og Ísland. Það djúp mannúðarkrísa í gangi þarna. Það 20.000 börn sem hafa verið hirt og hrifsað af sínum heimilum núna í ættleiðingarferli í Rússlandi og alþjóðasamfélagi verður að bregðast við þessari krísu. Rússar héldu áfram árásum á Úkraínu í nótt.
Fréttur að Rússar vilji fá allt Donbass hérað slær íbúa þar misjafnlega. Я краще сдохну, ніж до Путіна в рабство. Він же хоче ці території собі взяти. Якщо людина говорить і російською мовою, вона також патріот України. Якщо нас дадуть і буде здесь Росія, ми не залишаємось. Enginn hefur verið handtekinn eftir að hraðbanka var stolið í Mosfellsbæ í nótt. Lögregla og sérsveit fóru inn á 2 heimili í dag í tengslu við rannsóknina og ákveðnir einstaklingar liggja undir grun. Það var óskemmtileg aðkoma að hraðbankaútibúi Íslandsbanka við Þverholt í Mosfellsbæ í morgun. Við fengum útkall klukkan 4:14 í morgun frá Öryggismiðstöð Íslands. Förum á vettvang og sáum að það búið að stela þarna hraðbanka eða hluta af hraðbanka. Grafa sem var stolið af byggingarsvæði á Blikastaðalandi var notuð við þjófnaðinn. Nokkrar milljónir voru í hraðbankanum. Eftirlitsmyndavélar virðast ekki hafa verið virkar þar sem ránið var framið, en lögregla hefur þó myndefni af gröfunni á ferð. Grafan fannst skammt frá, en þjófarnir eru enn ófundnir. Ræningjarnir lögðu ekki mikla áherslu á að skilja ekki eftir sinni ummerki og tjónið talsvert. Hérna þar sem áður var hraðbankinn núna bara gat í vegnum. Lögreglan með aðstoð sérsveitarinnar fór á 2 heimili í Mosfellsbæ í dag í tengslum við rannsóknina eftir að ábendingar bárust. Heimildir herma að þekktur brotamaður sem nú situr í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa átt þátt í andláti manns á 70-aldri sé skráður til heimilis á öðrum staðnum. Ekki fást upplýsingar fjölda grunaðra. Almennt vega hraðbankar nokkuð 100 kíló og því varla á færi eins manns að flytja þá. Þeir eru alla jafna rammgerðir og peningarnir geymdir í hólfi úr þykku stáli og því þarf öflug verkfæri eða kunnáttu til að opna þá. Fjöldi hugsanlegra hatursglæpa vegna kynhneigðar hefur margfaldast frá árinu 2018. Árið 2023 voru þeir 16, þrisvar sinnum fleiri en árið á undan. Árið 2024 voru þeir 11 talsins og 7 það sem af þessu ári. Hugsanlegum hatursglæpum varða kynvitund hefur einnig fjölgað lítillega frá árinu 2018. Samtökin 78 hafa miklar áhyggjur af þróuninni. Þetta auðvitað ekki veruleiki sem við viljum búa við og eru algjörlega óásættanlegt. Að hatursglæpir sem voru nánast óþekktir fyrir bara 10 árum síðan, að þetta sé orðið svona algengt. Koma þessar tölur samtökunum á óvart? Nei, það kom okkur því miður ekki óvart. Hatursglæpir eru skilgreindir sem fordómar, til dæmis vegna þjóðernis, trúarbragða, litarháttar, kynhneigðar eða kynvitundar. Þeir hafa ekki verið innleiddir í íslensk lög og lögreglan skráir þá því sem hugsanlega hatursglæpi. Samtökin 78 segja þörf á löggjöf hatursglæpi sem hafi raunverulegan fælingamátt. Regluverk hér sé of veikt. Samtökin 78 vilja gjarnan sjá breytingar á almennum hegningarlögum þannig að hatursglæpir séu skilgreindir sérstaklega. Eins og þetta núna að þá kemur sem sagt fordóma ásetningur til svona refsiþyngingar í hegningarlagabrotum en við lítum svo á að þetta verða að vera skilgreint sérstaklega til þess að þetta sé rannsakað sérstaklega. Það þarf að bæði að breyta lögunum en svo þarf líka að setja meiri mannafla í að rannsaka þessi brot. Það sem að gerir hatursglæpi ólíka öðrum glæpum eða ofbeldisglæpum til dæmis raun og veru þau víðtæku áhrif sem þeir hafa. Þeir eru að mörgu leyti ekkert ósvipaðir hryðjuverkum að því leyti að þeir vega að öryggistilfinningu fólks. Lögreglumenn hafa fengið fræðslu hatursglæpi síðan námið færðist á háskólastig árið 2016. 2 árum síðar hófst svo skráning á hugsanlegum hatursglæpum og þá hefur orðið vitundavakning slíka glæpi innan lögreglunar, segir sviðsstjóri hjá ríkislögreglustjóra. Við getum kannski ekki sagt til það hvort að sé að ræða raunverulega aukningu í samfélaginu, hvort að við séum að tala aukningu á skráningum á brotum sem mögulega hefðu átt sér stað en voru bara ekki skráð áður, vegna þá betri vitundar og skráningar eða sambland í raun og veru af þessu. Já, við vonum það svo sannarlega að með því að vera opin fyrir samtalinu og færa inn alls konar
fjölbreytta fræðslu til okkar, að þá fáum við traust frá fjölbreyttari hópum sem að hafa kannski ekki treyst í að koma og leita til lögreglunnar áður, því það er okkar markmið er að vernda og virða og þjóna öllum borgurum landsins. Það er ómögulegt að segja hvenær Hekla gýs en eldstöðin er tilbúin að mati jarðeðlisfræðings hjá Háskóla Íslands. Nýjar mælingar sýna að þensla undir eldstöðinni heldur áfram. Kvikuinnflæði þar er þó margfalt minna en undir Svartsengi. Ok, áfram! Við Heklurætur eru vísindamenn Jarðvísindastofnunar við mikla nákvæmnisvinnu að mæla kvikuþrýsting undir eldstöðinni sem veldur landrisi. 1.09. Við mælum mjög nákvæmlega hæð á milli punktan í mælinni og út frá því getum við reiknað hallabreytingar. Spenna, hvað talar er að koma og lottetalet er... Okay, yep. Þannig að þetta er raun og eins og við sem er risastórt hallamál sem er 200 metra langt og notum það til þess að fylgjast með jarðskorpuhreyfingunum sem eru í kringum Heklu. Þessar mundir eru 45 ár frá gosinu 1980, síðast gaus Hekla árið 2000 og síðan þá hefur landris mælst og samkvæmt nýjustu mælingum heldur þenslan áfram. Við erum komin í raun og veru langt yfir þá þenslu sem var fyrir gosið til dæmis árið 2000. Og við erum komin svona það bil tvöfalt með að við, hvað getur sagt, þrýstifalli sem var milli gosins eftir 1991 gosið. Þannig að, og kvikan heldur bara áfram að safnast hérna, það er kannski aðeins að draga úr risraðunum. Halldór segir að kvikuinnflæðið undir Heklu sé 250 til 500 lítrar á sekundu. Til samanburðar er 5 til 10 sinnum meira streymi undir Svartsengi en undir Heklu. Til aldamóta hafði Hekla gosið á það bil 10 ára fresti. Þar áður voru 100 ár á milli gosa. Maður velti fyrir sér hvort að við séum komin aftur í eitthvað annan endurtektar tíma eða hvort við getum fengið gosjafnvel með skömmu fyrirvara. Skipta! Nú þarf ég að fara að vinna. Vísindamennirnir mæla hæðarbreytingar við Heklu einu sinni á ári. Það er stóra spurningin, hvenær gýs næst og þessar mælingar segja okkur það ekki beint en það segja okkur kannski hvort að eldfjallið sé tilbúið til að gjósa eða ekki. Og það sem við erum komin langt umfram þenslu stíi sem var fyrir gosið árið 2000 að það má segja að Hekla sé í raun og veru tilbúin til þess að gjósa hvernig sem er. En hvort það verði á morgun eða jafnvel seinni dag eða eftir 50 eða 100 ár er raun og veru ómögulegt að segja. Flutningur á ríflega 100 ára gamalli kirkju hófst í námubænum Kiruna í Svíþjóð í morgun. Áætlað er að hann taki 2 daga. Tilgangurinn er að rýma fyrir stækkun námu. Kirkjan í Kiruna hefur lengi verið talin eina fegurri byggingum Svíþjóðar. Hún var reist árið 1912 og er byggð úr rauðvið. Í morgun hófust flutningar á þessari kirkju 5 kílómetra leið. Þetta er flókið verk en það hefur undirbúningur staðið yfir í 8 ár. Kirkjan er 35 metra há eða á við hálfa Hallgrímskirkju, 40 metra breið og hátt í 700 tonn af þyngd. Hún hvílir á 220 hjóla palli sem er ekið með fjarstýrðum búnaði. Gud, vi tackar dig för all den kompetens och den erfarenhet som är samlad här. Eftir viðeigandi blessun biskups var haldið af stað að viðstöddu fjölmenni með kirkjuna. Það þarf að fara varlega. Hraðinn er aðeins hálfur kílómetri á klukkustund. Tilfinningar voru blendnar. Det är ju en gammal stad, vår gamla stad som försvinner men ja, vi måste ju för att staden ska leva vidare med gruvan och så vidare. Ástæðan fyrir þessum flutningum er að flytja hefur þurft miðbæ Kiruna vegna stækkunar á járnnámu. Þetta er einn af síðustu áfengunum í þeim flutningi en yfirleitt hafa hús verið rifin og nýbyggð í staðinn. Breikka þurfti nokkrar götur fyrir flutningin. Hann gekk að óskum í dag og verður framhaldið á morgun. Þá ætlum við næst að segja ykkur frá því að Bjössi, brunabánsinn sem keyrir slökkvibíla og slekkur elda er fluttur til Íslands frá Þrándheimi í Noregi. Mörg íslensk börn kannast vel við Bjössa úr sjónvarpinu. Hann verður slökkviliðum landsins innan handar næstu daga og fræðir þau forvarnir. Bjössa var vel fagnað af slökkviliðsmönnum á Keflavíkurflugvelli í morgun, enda góður liðsauki sem lætur verkin strax tala. Velkomin til Íslands og gangið vel.
hér kemur Bjössi, því hér kemur Bjössi. Vinur minn, nú skulum dansa við hann Bjössa, komdu inn. Hann slekkur eld og sveiflast eins og brunaslanga með feld. Svo komið með, hérna kemur Bjössi. Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Það er Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur og Ólöf Ásta Farisveit, forstjóri Barna- og fjölskyldustofu verða hjá mér í kvöld. Við ætlum að ræða viðbrögð í málum eins og því sem kom upp á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík í síðustu viku þegar starfsmaður leikskólans var handtekinn grunaður kynferðisbrot gegn barni. Það hafa vaknað upp alls konar spurningar út frá þessu máli og gagnrýni á borgina og leikskólan sjálfan, þannig að vera áhvert að segja hvað þar hafi málið að segja. Já, við missum ekki Kastljósi eftir, takk fyrir þetta Urður. En þá lítum við til veðurs. Yfir Íslandi er hæðarsvæði sem stýrir veðrinu næstu daga. Á morgun snýst í hæga, norðlæga eða breytilega átt en norðvestan kaldi við austurströndina. Þá léttir víða til sunnan heiða og hlýnar en líkur á þokulofti við sjávarsíðuna á Norðurlandi og heldur svalara þar. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Lokahópur Íslands fyrir Evrópumót karla í körfubolta var tilkynntur í dag. Liðið heldur nú til Litáen þar sem síðasti æfingaleikurinn verður spilaður fyrir mótið. Kemur fyrsti sigurinn okkar á þessu móti? Já, það er bara, við erum að síkrita það og við ætlum að ganga eftir því. Galdur Guðmundsson gerði gæfumunin þegar KR vann fram í gærkvöldi í bestu deild karla í fótbolta. Og helgina var haldið Íslandsmót í siglingum kjölbáta þar sem mjótt var á munum. Helstu atriði frétta. Sérþjálfaðir norskir kafarar hafa í dag leitað eldislaxi í Haukadalsá á Vesturlandi. 4 laxar sem líta út fyrir að koma úr eldi hafa veiðst. Talið er líklegt að eldislax hafi einnig veiðst í Vatnsdalsá í gær. Forsætisráðherra segir fordæmi sem geti skapast með innrás Rússa í Úkraínu slæmt fyrir Ísland. Forseti Bandaríkjanna er ósammála Evrópuleiðtogum hvort semja eigi vopnahlé í Úkraínu. Lögregla og sérsveit fóru inn á 2 heimili í dag í tengslum við þjófnað á hraðbanka í Mosfellsbæ síðustu nótt. Lögreglu grunar hverjir voru að verki en enginn hefur verið handtekinn. Hekla getur gosið hvenær sem segir jarðeðlisfræðingur. Landris og kvikuinnflæði heldur áfram en það er þó 5 til 10 sinnum minna en undir Svartsengi. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.